Halldóra Kristín Björnsdóttir hefur saumað af eldmóði í hálfa öld en hún segist ekki hafa byrjað af fullri alvöru fyrir en á fertugsaldri. Börn hennar fögnuðu níræðisafmæli móður sinnar með því að halda sýningu á þeim verkum sem hún hefur saumað handa þeim undanfarin ár. Sighvatur Jónsson fylgdist með Halldóru við saumaskapinn en að jafnaði tekur það hana nokkra mánuði að vinna hverja mynd. Það ekki á hverjum degi sem maður verður níræður. Og hvað þá að svipað leyti sé einn af uppáhalds tónlistarmönnum hans einni í bænum. Herðu, svo hérna ein stór afmæliskveðja. Halldóra Kristín, eða Dóra frá Bólstaðarhlíð. Hún fylgist mjög við popptónlist og Björgvin í miklu uppáhaldi. Og syngjum bara afmælisönginn fyrir hana. Það ekki? Hún á afmæli í dag. Halldóra Kristín Björnsdóttir fæddist í Vestmannaeyjum 3. apríl 1922. Hún á afmæli, hún Dóra. Hún kennd við æskuheimilið Bólstaðarhlíð sem faðir hennar byggði. Til hamingju Dóra mín á afmælisdaginn. Fjölskyldan bjó áður í öðru húsi en þar var plássið lítið. Þegar framkvæmdir hófust við Bólstaðarhlíð flutti Dóra sem var elst 8 systkina til ömmu sinnar og afa sem einnig bjuggu í Vestmannaeyjum. Við vorum 5 fædd á sitt hvor árinu og þetta var erfitt þá. Og ég átti bara að vera við jólin en ég fór ekki aftur heim í Bólstaðarhlíð þegar ég var 12 ára. Mamma og pabbi náttúrulega voru með útgerð og það voru sjómenn og heima þá. Það voru ekki verbúði, sjómenninni voru teknir heim. Svo það var mikið að gera. Allt saumað heima og prjónað. Já, handavinnan hefur löngum verið Dóru hugleikin. Fyrst voru það skylduverkin, allt frá skylduverkefni í grunnskóla að því að sauma föt á börnin sín. Maður fór ekki niður í búð og keypti bara þegar mann datt í hug. Þá varð maður að sauma heima. Elsta verkið á afmælissýningu Dóru var litlu yngra en hún sjálf. Bakkaservíettan sem ég saumaði hjá ömmu minni. Ég hef verið svona 9 ára, 9 eða 10. Ég ekki alveg viss. Dóra segist vera iðjusöm en hún hóf saumaskapinn af fullri alvöru 1960. Þá byrjaði ég að sauma þessi stóru teppi og ég varð að sauma svo mörg af því ég átti svo mikið af börnum. Hvað voru börnin mörg? 7. Yndislega og góð. Þessar stóla á Datti og þessar grindu keyptum við út á Spáni og þær heita Napoleons, þetta eru Napoleons grindur eða stóla. Ég fór með barnabarni í handavinnubúðinni í Reykjavík og hún var búin að vera mér svo afskaplega góð og mér langaði að gera eitthvað fyrir hana. Og ég segi svona við hana, veldu þér nú einhverja myndi, ég skal sauma hana. Og ég hugsaði með mér, þetta ger ég aldrei aftur. Þetta var svo mikil vinna, ég var 6 mánuði meira með þessa mynd. Hún var erfið, mér fannst hún erfið. En þetta bara þjálfun og svo bara smitaðist ég. Halldóra Kristín hefur verið iðin við allskyns handavinnu. Skemmtilegast finnst henni að sauma og hefur hún gert á 5 tug stærri verka. Húsgögn og myndir sem tekur marga mánuði að sauma. Þó hún sitji að jafnaði nokkrar klukkustundir á dag með nálina við stækkunarglerið. Ég vinn svoleiðis að ég freka fljót. Ef ég spennt þá sökkvi ég mig alveg niður í þetta. Ég fljót frekar. Hvernig gengur þeir að sauma? Með fullri virðingu þá ertu níræð og það nú ekki allar níræðar konur sem ég þekki sem geta unnið svona fínhreyfingar. Ég fekk nú nýja augsteina og svo náttúrulega er ég með góðan lampa. Já, ég sé það. Já. Og ekkert mál að vinna þetta í höndunum? Nei, það er allt í lagi með þær. Þú hefur ekki setið auðum höndum? Nei, ég hef ekki gert það. Sólbrúna